Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og það komið að því að tala aðeins Mottu Mars. Það fer væntanlega ekki fram hjá nokkrum einasta manni að það eru karlmenn hérna víðan völl með veglega mottu, málefnið auðvitað frábært og við ætlum aðeins að ræða þetta og komum með 2 herramenn sem eru nú báðir búin að láta svona misveglega mottu vaksa. Ef að byrja á þér, þetta alvöru. Já, kannski mér skáli líka, ég veit það ekki svona. Með svona brosin sem maður fær þá, ég veit það ekki, kannski sendir þetta brosið þá vibes eða þá ströyma að maður sé kannski ekkert alveg heill, sko. Maður fær svona með einhverjar bros þegar maður mætir fólki sem enga síður bara, maður reynir að njóta þess. Þetta svona með síðari mottum, kannski ekki með síðri mottum, með síðari? Nei, það mjög mikilvægt af það, en já, þetta er mjög svo persónulegt met sem ég ekki viss að verði slegið bæði hvað var að mína þolinmæði og kærustu minnar. Hún á alveg hróskilið líka, hún hefur ekkert hótað mér einu kossasvelti eða einu svoleiðis. Nei. Það ég hef þraukað, sko. En þið eru báðir með svona persónulega ástæðu fyrir að þið eru að taka þátt í Mottu Mars. Já. Kannski byrjum á þér, þú ferð í þetta. Já, við erum bara með lið núna sem við erum að safna í minningu pappa sem dó í janúar, núna í byrjun janúar úr krabbameini. Þannig að við tilengum mottuna honum. Og þið hafið fengið feikigóð viðbrögð. Hvernig upplifun að taka þátt í þessu og finna til dæmis þau? Það er náttúrulega maður verður bara óskaplega þakklátur, sko, þannig. Þetta við settum okkur það markmið að safna 25.000 á mann eða 75 í heildina, ég held við séum komin í 130. Þannig að við erum bara óskaplega glaðir og þakklátir fyrir allan stuðning. Og finnið þið fyrir því að fólk að fylgjast með og fylgjast með þessu? Já, maður finnur það að því, sko. Máttur Facebook mikill, sko, og maður finnur það svona í gegnum þessa samskiptamiðla að fólk að fylgjast með þessu. Og það kannski líka svolítið mikilvægt að taka þátt í þessu og gera gagn með því eina að safna mottu. Já, þetta er ekki flókið að safna mottu í 1 mánuð, en málefnið, svo sögð, málefnið er brýnt. Og færð þú stuðning með þessu öllu saman? Heima fyrir? Já. Þetta er krúsíalatriði, sko. Það er krúsíalatriði, sko. Ég reyndar samdi við konun það að þegar við næðum 75.000 þá myndi ég snirta hana, sko. Já. Þannig að það gekk eftir og það er alveg allt rólegt. Já, nákvæmlega. Og þú, sjálfur? Já, maður setur sér náttúrulega markmið og peningasöfnunin er mjög mikilvæg og rosalega góð, en svo er það líka hinn hliðin sem er bara umtalið og svona kannski aðeins að bara fá umræðinu upp. Ég held að við hérna á Íslandi erum kannski fræg fyrir það, allan að kallmerindir að þessi svona þjóðsaga, hvort hún sé sönn eða ekki, að leitum ekki læknishjálpar fyrir hérna bara á sig á lokasprettinum. Það er því miður í vísum tilfellum satt og til dæmis bara í minni fjölskyldu með það sögur sem maður heyrt af afa mínum, sko, þá var það svolítið þannig, hann var gamall og harður kall og loksist þegar hann fór og lét athuga þá var krabbameini komið á það stig að ekki var hægt að snúa við. Og lýsi átt að duga þangað til? Já, lýsi og kannski smá saltkjöt og svona. En þetta er umræðinni mikilvæg, að menn fara að hugsa þetta og fara í tékk. En þú settir þér sérstakt markmið, segðu okkur frá því hversu þú valdir þetta markmið. Já, það tengist kannski líka þessari umræðu. Í minni fjölskyldu er pabbamegin ættgengt, blöðruhálskirtilskrömi. Afi þeim megin fór þannig 2 eða 3 bræður hans. Það var að glíma það, pabbi núna nýlega svo og bróðir pappa. Og ég svona tengdi þetta pappa núna og þar er einmitt þessi umræða sem er svo mikilvæg. Ástæða pabbi komst að þessu núna fyrir stuttu. Það eru frumubreytingar hjá honum og eru að fara í aðgerð núna í mars. Hann hefði ekki komist að því hefði hann ekki verið að fylgjast með. Nei. Og það er svona, auðvitað eru peningar mikilvægir en mannslífin eru það líka og þú bjargar ekkert bara mannslífin með peningum. Þú kemst að þessu snemma. Það var hægt að retta þessu og það er mikið fólking í því, sko. En er ekkert óhugnanlegt að vita af því að það sé ættgengt? Hvernig fyrir þig til dæmis sjálfa? Jú, vissulega. Ég veit svona upp á vissu marki að ég mun glíma við þetta hugsanlega sjálfur. En það er ekki jafn óhugnanlegt að ég veit að ég fylgist með því. Út af því ég sé það hjá pappa, sko. Og hann er, læknisfræði menntaður og leið og hann
áttaði sig á aðstæðum, þá talaði hann við okkur bræðurna alla, bara settist niður með okkur, held ég, og svona lagði línurnar. Já. Þannig að ef maður veit þetta, jú, það er stressandi, en maður veit líka að maður er að gera eitthvað í því. Nákvæmlega. Og það hefur róandi áhrif og þægindar áhrif. Maður fæ stundum þá tilfinningu eins og þetta sé að, sko, manni finnst þetta vera aukast, maður alltaf heyra oftar og oftar af svona tilfellum. Getur það verið að því að við séum að vera opnar eða finnst ykkur eins og þetta sé að... Já, við séum bara hreinlega opnar eða er bara umræðan... Er það ekki líka það, sko, að umræðan hún er sem betur fyrir að aukast, sko. Og eins og kemur fram inn á síðunni, mottubars.is, að með umræðinni, með fræðslu og rannsóknum þá má koma í veg fyrir, sko, 1 af hverjum 3 krabbameinum. Og það er ekki svo lítið, sko. Það er náttúrulega ótrúlegt. Og það er eins og við erum að segja, það skiptir svo miklu máli að vekja athyglinna, opna umræðuna og hérna, hætta þessu svona bara að naga alltaf öllu vandamál ofan í skemmda jaxlinn og hérna, þegja bara, sko. Svo maður jafnvel fann að heyra, sko, í búningsklefum og í pottinum, það kallar að fara að tala þetta sín á milli sem hefur aldrei verið áður, jafnvel, sko. Heilbrigðismál hafa allt kannski verið svolítið feimnismál þeim megin í samfélaginu og það er bara ekkert sniðugt, það leiðir ekki neitt að það sé nema slæmt, sko. Og kannski sérstaklega þegar það er á þessum stöðum þegar það er verið að tala um krabbamein á einhverjum svona persónulegum stöðum. Það verður einhvern veginn ennþá erfiðara hvort það er ristilkrabbamein eða eistum eða annað. Það verður einhvern veginn, það er bara þannig að það er einhvern veginn... Menn tala ekkert þetta. Nei, og langar kannski ekki að láta tékka á þessu nema að þeir séu, sko, svona svolítið, já, farnir að fá alvarlegar viðvaranir. Já, þess vegna er sko fræðsla svona sjálfskoðun og svona að fylgjast með sjálfum sér, hún er svo mikilvæg, sko. Nákvæmlega. En gerist það einu sinni á ári, gerist það í mars að kallarnir fara að þukla eða heldur þið sé að þessu reglulega yfir árið í dag? Ef það er þá einu sinni á ári frekar en aldrei, þá er það mikill sigur, sko. En vonandi man fólk eftir þessu hina 11 mánuðina líka, sko. En vissulega er þetta svona grunna mig sparki rassmánuðurinn ef maður orða það þannig, sko. Þuklapung og sparki rass. En það er líka svo dásamlegt að geta gert þetta með skemmtilegum hætti, að því þetta er grafalvarlegt málefni, en enga síður þetta með að gera mottuna, þá verður þetta bara svo skemmtilegt líka. Fylgist þið með mottum hjá öðrum? Já, mjög svo. Þetta er, eins og segi, maður tekur ekki þátt í þessu kannski, ég vinn í bíóungbunum, vinn með ungbunum og þar fæ maður spurningun allar að vinna. En ég reyna að svara því þannig að ég vann daginn síðan náði markmiðinu mínu, þannig að ég er búinn að vinna. Er ykkur keppni, ert þú til þessu öfundsjúkur út í mottuna í mótinu? Nei, ég bara, þetta er bara stórkostlega motta, það er mikla virðingu fyrir henni. Og að vera samklíðast með mottuna. Það er hérna, nei, maður er hérna bara frábært þegar menn hafa haft mikið skegg og geta gert eitthvað skemmtilegt, sko. Mjög flott og þetta ég fer inn á síðuna og skoða svona þessar mottur sem að hérna kom alltaf svona held ég random upp, sko, einhverja mottur á síðuna og margar mjög flottar. Margir hugmyndaríkir í þessu líka. Já, þetta er á sinn hátt, er þetta mikil fegurð. Það er ekki allir sammála. Nei, en einhvern veginn er það nú þannig að ég hlakka alveg alltaf til þegar apríl kemur bara aftur. Og huggulegu mennirnir koma í ljós bara. Ég skal reyndar alveg viðurkenna á þessum tímapunkti að það verður ágætt að vera skegglaus. Ég hef ekki verið skegglaus síðan í síðasta sumar, sko. Þetta var eiginlega meðganga hjá mér, þessi mottumars. Þetta var tæpi 9 mánuðir, sko. Þetta er útkoman. Flestir hafa átt fallegri börn en þetta. En ég er samt rosalega ánægður með mitt barn og elska það bara eins og móðir, held ég. Nákvæmlega, dásamlegt. Gaman að fá ykkur og bara frábært framtak hjá ykkur báðum og í þessu mikilvæga málefni. Hvetjum bara fleiri til að líta á síðan ykkur og setja meiri penning á ykkur. Já, bara velja sér mottu þar inni og skora á einhvern, hvað sem það er einstaklingur, fyrirtæki, hópur, hvað sem er. Bara taka þátt. Það er hægt að skoða inn á mottumars.is, það er hægt að velja til dæmis svæði, sveitafélög eða hvað eina sem er að gera að taka þátt í þessu frábæra málefni og svo bíðum við bara spennt eftir apríl. Og höldum á í föstudagsþættinum hérna rétt á eftir. Takk fyrir komuna.